Komið sæl, ég býð ykkur velkomin til fundar. 17. fundur sveitarstjórnar Rangárþings Ytra er settur og við göngum til dagskrár. Það liður 1, byggðarráð Rangárþings Ytra, 19. fundur. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Það liður 1, 2, fjárhagsáætlun 2019, viðauki 4. Niðurstaða byggðarráðs, lögð fram tillaga að viðauka 4 við fjárhagsáætlun Rangárþings Ytra árið 2019. Viðauki 4 gerir ráð fyrir auknum rekstrartekjum í A-hluta að fjárhæð 30 milljónir króna. Einnig er gert ráð fyrir að rekstrarkostnaður lækki 13,4 milljónir króna í A-hluta og gert er ráð fyrir auknum rekstrarkostnaði í B-hluta að fjárhæð 9,1 milljón króna. Áhrif á rekstur A-hluta eru jákvæð 43,4 milljónir króna og samtals áhrif á rekstur A og B-hluta eru jákvæð 34,3 milljónir króna. Gert er ráð fyrir aukinni fjárfestingu að fjárhæð 12,3 milljónir króna í A-hluta en lækkun fjárfestingar í B-hluta að fjárhæð 33,5 milljónir króna. Samanlagt fyrir A og B-hluta er fjárfesting að lækka 21,2 milljónir króna og viðauki 4 kallaði ekki auknar fjárheimildir. Viðaukinn var borinn fyrir atkvæði og samþykktur samhliða og tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið er laust tillöguna. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan er samþykkt samhliða. Þá liður 2. Vatnsveita Rangárþings Ytra á Ásarhrepps, fundur 8. Þar er fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 3. Oddi BS, fundur 21. Þar er fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 4. Tónlistarskóli Rangæinga BS, 15. fundur. Það er til afgreiðslu liður 3, skipulag forskólakennslu en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Og það er skipulag forskólakennslu, skólastjóri tónlistarskólans óskar eftir afstöðu aðildar sveitarfélaga til þess að miða við 5 nemendur að hámarki þegar hópkennslu er að ræða. Sveitarstjórn Rangárþings Ytra tekur fyrir sitt leyti vel í þessar hugmyndir en beinir því til stjórnar Odda BS að láta fara fram kostnaðargreiningu á þessari breytingu gagnvart grunnskólastarfinu og kanni hug skólastjóra grunnskólanum til þessa. Afgreiðslu frestað þar til niðurstaða Odda BS liggur fyrir. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan samþykkt samhliða. Liður 5, héraðsnefnd, 4. fundur. Þar til afgreiðslu liður 2, fjárhagsáætlun héraðsnefndar 2020 en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti fjárhagsáætlun fyrir héraðsnefndar Rangæinga 2020. Orðið er laust tillöguna. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan samþykkt samhliða. Liður 6, brunavarnir Rangárvallasýslu, 61. stjórnarfundur. Til afgreiðslu liður 3, gamla slökkvistöðina Hellu, matsgerð en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Stjórn brunavarna Rangárvallasýslu BS býður að Rangárþingi Ytra fasteignum til kaups á matsverði 10,5 milljónir króna. Tillaga að sveitarstjórn gangi að því tilboði fyrir sveitarstjóra að ganga frá kaupsamningi. Orðið er laust tillöguna. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan samþykkt samhliða. Margrét Harpa. Já, mér langar bara svona að vekja athygli á, við þurfum náttúrulega bara að vinna svolítið hratt með það hvað við ætlum, hvað sveitarfélagið ætlar sér með þessu rými. Þannig að, já, bara ítreka það að við þurfum að hugsa það núna strax í upphafi næsta árs eða þegar við fáum rýmið afhent og áður helst. Takk. Takk fyrir það. Liður 7, félags- og skólaþjónusta, 42. fundur. Þar er fundargerðin lögð fram til kynningar. Og liður 8, skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings Ytra, fundur nr. 20. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest og venju lesi yfir þessi liði þið látið vita ef þið hafið athugasemdir en annars litið svo á að afgreiðslan sé samþykkt samhliða. Það er liður 8.1, gaddstaðir, 4 og 5, sameining lóða, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform með landskipti. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhliða. Liður 8.2, lækur 1 í Holtum, landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform með landskipti né fyrirhuguð heiti á spildum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhliða. Liður 8.3, Minnivellir, landnúmer 164995, landskipti, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform með landskipti né fyrirhuguð heiti á spildum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar
og það er samþykkt samhljóða. Liður 8.4 Leirubakki, landskipti, Rangársslétta, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformið landskipti né fyrirhugað heiti á spildu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 8.5 Lunansholt 1H og I deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir. Nefndin telur ekki ástæðu til að útfæra fjarverndarsvæði vatnsbólsins frekar. Nefndin telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 8.6 Rjúpnavellir, deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir. Nefndin telur ekki ástæðu til að útfæra fjarverndarsvæði vatnsbólsins frekar. Nefndin telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 8.7 Svínhagi L6B, deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 8.8 Hólar, Torfur, deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 8.9 Varmidalur, lóð, deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 8.10 Jarlstaðir, deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Þá er það liður 9 Gjaldskrá Odda BS 2020. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti gjaldskrá fyrir Odda BS 2020. Orðið er laust tillöguna. Engin kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 10 Gjaldskrá Íþróttamiðstöðvar 2020. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti gjaldskrá fyrir Íþróttamiðstöðvar 2020. Orðið er laust tillöguna. Engin kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 11 tillögur að öðrum gjaldskrám í Rangárþingi ytra fyrir árið 2020. Liður 13.1 Gjaldskrá fyrir fráveitu 2020. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti gjaldskrá fyrir fráveitu 2020. Orðið er laust tillöguna. Engin kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 13.2 Gjaldskrá fyrir hunda og kattahald 2020. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti gjaldskrá fyrir hunda og kattahald 2020. Orðið er laust tillöguna. Margrét Harpa. Já, kannski bara benda á varðandi ritum fundagerðar að undirliðirnir eitthvað sérstakir í þessu. Þetta er yfir að 11.1 og 11.2 er ekki rétt. Já, það er verið. Já, Það last upp. það er rétt átvöð. Já, Því verður breytt. Takk. Takk. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 12 Gjaldskrá Sorpstöðvar 2020. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti gjaldskrá meðhöndlun úrgangs á svæði Sorpstöðvar Rangárvallasýslu BS 2020. Orðið er laust tillöguna. Engin kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 13 Gjaldskrá Vatnsveitu 2020. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti gjaldskrá fyrir vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásárhrepps BS fyrir 2020. Orðið er laust tillöguna. Engin kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 14 Erindi og fyrirspurnir frá Álistað 2019 afgreiðsla tillagna. Það er liður 14.1 Tillaga lækkun fasteignaskatts.
Það tillaga frá 9.5.2019 sem vísað var til byggðarráðs til úrvinnslu. Fulltrúar álista hafa óskað eftir að tillagan verði tekið til formlegrar afgreiðslu og tillagan hljóðar svo. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði A-flokkur verði lækkaður úr 0,39% í 0,37% frá og með næsta ári. Greinargerð fylgir. Fulltrúar álista meta svo út frá forsendum síðustu fjárhagsáætlunar að þessi lækkun myndi kosta sveitarsjóðum 2,5 milljónir á ársgrundvelli og leggja til að þeirri lækkun yrði mætt með lækkun á handbæru fé. Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Steindór Tómasson og Yngvi Harðarsson. Og fulltrúar D-lista leggja til eftirfarandi breytingartillögu við tillögu 14.1. Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði A-flokkur verði lækkaður 0,39% í 0,36% frá og með næsta ári. Björk Grétarsdóttir, Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson og Ágúst Sigurðsson. Orðalaust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Mér finnst kannski spurning hvort að ég koma fram að þetta náttúrulega ekki rétt skilji hjá mér að þau vilji fara að lægra þar sem að svo þetta standist lífskjarasamninga. Var það ekki réttur skilningur hjá mér? Takk. Jú, það var hluti af því að reyna að halda þessu svipuðu að vera þessu ári. Bara fagna ég því. Okkur ber að gera það. Fleira Ágúst? Já, óttið bara að taka fram sem sé að við lífskjarasamningarnir gera ráð fyrir því að við hækkum ekki gjaldskrár meira en 2,5%. En hérna erum við að ganga lengra en það, sko, en þetta erum við að uppfylla þá kröfu líka. Þannig að þetta í rauninni, mun minni hækkun en það er bara nálægt því að vera 0 milli ára. Yngvi? Já, oddviti. Já, ég bara er mjög sáttur við þetta því að við náttúrulega eigum að reyna að halda eins aftur af gjaldahækkunum á íbúa eins og við getum samt innan skynsamlegra marka. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki hvart sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt, gefa merki. Samþykkt sem sagt tilraun með breytingartillögu frá D-lista. Svo það sé sagt. Það er samþykkt samhljóða. Liður 14.2. Tillaga beinar útsendingar. Tillaga frá 12.9.2019 þar sem afgreiðslu á frestað og óskað frekari gagna. Fulltrúar álista hafa óskað eftir að tillagan verði tekin til formlegrar afgreiðslu. Tillagan hljóðar svo. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að sveitarstjórnarfundir verði sendir út í beinni útsendingu á YouTube frá og með næsta áramótum og með því fylgir greinargerð. Frá því álistinn bauð fyrst fram lista til sveitarstjórnar hefur hann ætíð lagt áherslu á opna stjórnsýslu og opin stjórnsýsla felur meðal annars í sér að auðvelda íbúum aðgengi að störfum sveitarstjórnar og nefnda vinnubrögðum og vinnslu mála. Stjórnsýslan í heild sinni verður opnari, vonandi skiljanlegri og gera íbúum auðveldara með að fylgja málum sínum eftir. Einn þessara liða er að gera fundi sveitarstjórnar opnari og með nútíma tækni er einn auðveldasta leiðin til þess að senda fundina beint út á netinu. Þetta er vel þekkt aðferðafræði og ágætt dæmi slíkt er bein útsending bæjarstjórnar Mosfellsbæjar sem er svo einnig aðgengileg sem upptaka eftir fundi. Nú þegar eru fundir sveitarstjórnar Rangárþings ytra teknir upp og birtir á netinu yfirleitt nokkrum dögum eftir fundi en nútíma tækni er ekkert því til fyrirstöðu að hafa það í beinni útsendingu. Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Steindór Tómasson og Yngvi Karl Jónsson. Orðalaust tillöguna. Ágúst? Já, oddviti, þessi tillaga að mörgu leyti bara skiljanleg og fín. Og þetta viljum við hafa opna stjórnsýslu og allt það. Hins vegar eftir að hafa skoðað þetta dálítið vel, fylgst með hvernig sveitarfélög eru að gera þetta almennt, þá er kannski má segja að þetta er í svolítið tveim flokkum. Þetta er annars vegar stærri sveitarfélögin sem eru með svona uppsetningu, þar að segja að það er ræðupúlt og það eru menn sita eða fólk situr sem sé svona í mynd, það er allir í mynd í einu og það er svolítið öðruvísi upplegg með hvað þessi hljóðs fara upp í ræðupúlt og halda sína tölu og það er svona mjög formlegt. Í minni sveitarfélögum er þetta yfirleitt óformlegra. Það er á meðal okkar, við sitjum hérna við borð og svona og þetta verður
mér finnst eiginlega ef að eigi að breyta þessu, vegna þess að þetta kallar auðvitað á, það þarf að vera tæknimaður og það þarf að, til þetta sé almennilegt og það þarf að þá að finna út hvernig fundarhlé eiga að vera og það kallar á smá vinnu. Allt er þetta framkvæmanlegt, en við vitum að þetta kostar eitthvað og eftir að hafa skoðað þessar svona útsendingar þá finnst mér einhvern veginn að það þurfi þá að ganga bara lengra í að breyta formi fundarins. Og hvort að það á við í svona litlu sveitarfélagi eins og hjá okkur þar sem að þetta hefur allavega verið hingað til svona frekar óformlegt. Það er bara spurning og sjálfsagt að ræða það áfram en allar þessar upplýsingar komast til fólks þó að það sé ekki í beinni útsendingu og allir eru velkomnir hingað líka til okkar. Þannig að mér finnst með að við þann kostnað sem að mun hljótast af þessu sem er ekkert mjög mikill en aðeins að þá myndi ég vilja bíða eftir bara formbreytingu þá á þessu. En þetta er, sem sé, mín skoðun að þetta er fín tillaga í sjálfsögðu. Mér finnst að á þessum tímapunkti myndi ég hafna þessu. Takk. Svo hvort gerum stutt fundarhljóð. Við erum með tillögu beinar útsendingar og þau hefðu ekki gott sér hljóðs. Ég ber þessa tillögu upp til atkvæðagreiðslu til þess að þetta samþykkt þannig geðmerki. Til þeir sem eru á móti geðmerki. Tillöguna hafna með 4 atkvæðum. Greimur, varst þú samþykkur, Umbi? Já. Margrét Harpa. Já, ég ætlaði bara að fá að bóka hérna örstutt. Já. Sem sagt fulltrúa álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra þykir miður á fulltrúa D-lista hafi fellt tillögu sem felur í sér opnari stjórnsýslu og betra upplýsingaflæði til íbúa sveitarfélagsins og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Yngvi Harðar og Yngvi Karl. Takk. Og bókun D-lista hljóðar svo: fulltrúar D-lista styðja heilsugar opna stjórnsýslu og gott upplýsingaflæði til íbúa en ljósi þeirrar könnunar sem gerð var meðal sveitarfélaga útfærslu á þessum þætti upplýsingagjafinnar kom fram að beinar útsendingar krefjast þess að tæknimaður sé viðstaddur en því fylgir nokkur kostnaður og oft þykir að þessi viðbót skili ekki mjög miklum ávinningi til íbúa umfram það sem nú er en upptaka fundum birtist á netinu innan 2 sólarhringa. Björk Grétarsdóttir, Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson, Ágúst Sigurðsson. Liður 14.3 tillaga gjaldfrjáls mötuneyti. Það tillaga frá 12.9.2019 var vísað til umfjöllunar hjá byggðarráði við fjárhagsreikningagerð næsta árs. Fulltrúar álista hafa óskað eftir að tillagan verði tekin til formulegrar afgreiðslu. Tillagan hljóðar svo: fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að mötuneyti verði gjaldfrjáls fyrir grunnskólanemendur sveitarfélagsins frá með næstu áramótum. Greinargerðinni fylgir segja má að þessi tillaga sé einhvers konar framhaldstillaga frá því fyrir ári síðan þegar álistið lagði fram sömu tillögu dagsett 21. júní 2018 og fékk samþykkta helmingslækkun á verði mötuneytis til nemenda grunnskólana. Nú leggur álistinn til að skrefið verði stigið til fulls og við vinnslu áðurnefndar tillögu voru gerðar greiningar á kostnaðinnar þannig að kostnaðir ætti að liggja fyrir og ætti að vera auðvelt að uppfæra hann. Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Steindór Tómasson, Yngvi Karl Jónsson. Orðið er laust tillöguna. Enginn þessu hljóðs, þeir sem geta samþykkt þannig geðmerki. Tillagan samþykkt samhliða. Og liður 14.4 tillaga heilsustíg. Það er tillaga frá 12.9.2019 sem var vísað til umfjöllun hjá byggðarráði við fjárhagsreikningagerð næsta árs. Vísað til umfjöllunar hjá heilsu íþrótta- og tómstundunefnd. Fulltrúar álista hafa óskað eftir að tillagan verði tekin til formlegrar afgreiðslu. Tillagan hljóðar svo: fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að settur verði heilsustígur á Hellu árið 2020 þar sem almenningi gefst kostur á að gera æfingar með vissu millibili á ákveðinni gönguleið. Greinargerð fylgir: heilsustígar hafa nú þegar verið gerðir í nokkrum sveitarfélögum, eru hannaðir með það fyrir augum að auka útivist og efla hreysti íbúa og fer kostnaður við heilsustíga eftir útfærslu. Heilsustíg á Hellum mætti leggja meðfram ánni og inn í þorpið allt eftir þörfum og áhuga íbúa. Það mætti til að mynda óska eftir tillögum frá íbúum svo stígurinn myndi nýtast sem flestum. Tillagan fellur vel að hugmyndum heilsu íþrótta- og tómstundunefndar heilsueflandi samfélag og vonast því undirrituð eftir góðum undirtektum í sveitarstjórn. Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Steindór Tómasson og Yngvi Karl Jónsson. Orðið er laust tillöguna.
ákveður sér hljóðs til þess að geta saftan geðmerki sem er móti. Tillagan hafnar 4 atkvæðum gegn 3 og Margrét Harpa. Já, ég ætla líka, það er ekki leitt að þessi tillögu sé hafnað og vonast náttúrulega til að þetta verði haft í huga þegar við förum í vinnu við heilsueflandi samfélag. Mér langaði bara að bóka örstutt hérna við. Já. Það er eftirfarandi bókun fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra þykir miður að tillögu heilsustíg sé hafnað og telja að sveitarfélagið þurfa að setja sér skýrari sýn á uppbyggingu og skipulagi á svæðum sveitarfélagsins sem hugsuð eru til heilsueflingar. Undir þetta ritum við Margrét Harpa Guðmundsdóttir, Yngvi Harðarson og Yngvi Karl Jónsson. Fylgir líka bókun frá D-lista. Bókun D-lista, ofangreind tillaga fékk umfjöllun í heilsu, íþrótta og tómstundunefnd og var rædd á vinnufundum byggðarráðs í kjölfarið og hefur því verið útfærð með aðeins öðrum hætti. Til útskýringar þá er í fjárhagsáætlun 2020 sem nú kemur til seinni umræðu gert ráð fyrir 6 milljónir króna í fjárfestingu vegna útivistarsvæða. Þar af eru 4 milljónir ætlaðar í að fegra umhverfið meðfram Suðurlandsvegi og 2 milljónir í að setja upp Arslabelg og Strandlagsvöll. Ef afgangur verður af þessum verkefnum er áætlað að verja því til að byrja á heilsustíg. Áætlað er að setja útfærslu á heilsustíg á fjárhagsáætlun 2021. Björk Grétarsdóttir, Haraldur Eiríksson, Hjalti Tómasson og Ágúst Sigurðsson. Margrét Harpa? Já, ég er að segja þessa bókun núna, bara fagna því ef það verður eitthvað unnið í þessum málum og þakka fyrir það. Og ég held líka, já, bara til að við þurfum svolítið að setja okkur marga svona framtíðarstefnu með hvernig við ætlum að haga þessum útivistarsvæðum, eins og ég segi í bókun okkar. En bara þakka fyrir þetta. Takk. Takk fyrir það. Þá er það liðið 15 tillögur að álagningarprósentum, afsláttum og gjaldskrám fyrir árið 2020. Það gildir frá með 1. janúar 2020. Það liður 1 útsvar við 14,52%. Liður 2 fasteignaskattur. A-flokkur 0,36% af fasteignamati. Það er íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðaréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirki á bújörðum sem tengdur landbúnaði, öll hlunnindi og sumarhússtæðir ásamt lóðaréttindum. B-flokkur 1,32% af fasteignamati, sjúkrastofnanir samkvæmt lögum heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn. C-flokkur 1,65% af fasteignamati, allar aðrar fasteignir svo sem iðnaðar, skrifstofu og verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu. Liður 3 lóðarleiga, 1,0% af fasteignamati lóða í eigu sveitarfélagsins. Þó getur sveitarstjórn ákveðið annað leiguhlutfall eða álagningu krónutölu á hvert fermetra lóðar við sérstakar aðstæður. Liður 4 varsgjald, það er samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Liður 5 auka varsgjald samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Liður 6 tengigjöld í vatnssveitur Rangárþings ytra og Ásarhrepps er samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Liður 7 holræsagjald á Hellu, 0,25% af fasteignamati hús og tilheyrandi lóðar. Liður 8 gjöld fyrir tæmingu rótþróa eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Liður 9 sorphirðu og sorphirðingargjöld samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Gjalddagar liða númer 2, 3, 4, 7 og 9 eru 1. annar, 1. þriðji, 1. fjórði, 1. fimmti, 1. sjötti, 1. sjöundi, 1. áttundi og 1. níundi árið 2020. Þar sem fasteignagjöld verða samtals 35.000 krónur eða lægri skal þó aðeins vera 1 gjalddagi 1.5.2020. Einnig gefst aðilum kostur á að greiða fasteignagjöldin í einu lagi og skal gjalddagi vera eigi síðar en 1.7.2020. Eindagi er síðasti virkidagur í sama mánuði og gjalddagi. Fasteignaeigendum 67 ára og eldri og öryrkjum 75% meira sem búa í eigin íbúðarhúsnæði skal veittur afsláttur af fasteignaskatti og holræsagjaldi af viðkomandi íbúðarhúsnæði samkvæmt reglum samþykktum af sveitarstjórn. Liður 10 hundaleyfisgjald er samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Liður 11 byggingaleyfisgjöld, afgreiðslu úttekta og mælingagjöld, skipulags- og bygginganefndar og skipulags- og byggingafulltrúa leggjast á samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Gjalddagar eru dagsetningar reikninga og 1 dagur 30 dögum síðar. Að öðru leyti gilda lög tekjustofna sveitarfélaga og gjaldskrár viðkomandi tekjuliði. Samþykkt þessi álagningarprósentur, afslætti og gjaldskrár skal birta heimasíðu Rangárþings ytra.
Orðið laust þessar tillögur. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 16. Tillaga reglum afslætti til elli- og örorkulífeyrisþega árið 2020. Það er lögð fram tillaga reglum afslætti til elli- og örorkulífeyrisþega fyrir árið 2020. Orðið laust tillöguna. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 17. Fjárhagsáætlun vatnsveitu 2020. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti fjárhagsáætlun fyrir vatnsveitu Rangárþings Syðra og Ásarhrepps BS árið 2020. Orðið laust tillöguna. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 18. Fjárhagsáætlun 2020 húsakynni BS. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti fjárhagsáætlun fyrir húsakynni BS 2020. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillöguna að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 19. Rekstraráætlun 2020 fyrir 8 BS. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir byggðasamlagið 8 BS fyrir 2020. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 20. Rekstraráætlun 2020 fyrir tónlistarskólann. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir tónlistarskóla Rangárþings BS 2020. Orðið laust tillöguna. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 21. Rekstraráætlun sorpstöðvar 2020. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir sorpstöð Rangárþingssýslu BS 2020. Orðið laust tillöguna. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 22. Rekstraráætlun brunavarna 2020. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir brunavarnir Rangárþingssýslu BS 2020. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillöguna að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 23. Rekstraráætlun félags- og skólaþjónustu 2020. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu BS 2020. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 24. Rekstraráætlun 2020 fyrir Suðurlandsveg 1-3 hf. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir Suðurlandsveg 1-3 hf. 2020. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillöguna að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 25. Fjárhagsáætlun 2020-2023. Fjárhagsáætlun 2020-2023 til seinni umræðu. Áætlaðar heildartekjur Rangárþings Syðra A og B hluta árið 2020 nema alls 2.063 milljónum króna. Rekstrargjöld án fjármagnsliða eru áætluð 1782 milljónir og þar af reiknaðar afskriftir 128,9 milljónum króna. Fjármagnsgjöld eru áætluð 86,7 milljónir og rekstrarniðurstaða er áætluð jákvæð 194 milljónir króna. Veltufé frá rekstri er 364,9 milljónir króna. Í eignferðafjárfestingu A og B hluta verður varið 335,4 milljónir króna og afborgun lána 117,3 milljónir króna. Gert er ráð fyrir nýrri lántöku að upphæð 110 milljónir króna árið 2020 vegna framkvæmda við vatnsveitu. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar í árslok 2020 alls 1703 milljónir króna og eigið fé 2279 milljónir króna. Framlegað hlutfall 2020 er áætlað 19,9%. Veltufjárhlutfall 2020 er áætlað 0,80 og eiginfjárhlutfall 2020 er áætlað 0,57. Rekstrarjöfnuður 3 ára samkvæmt sveitarstjórnarlögum er áætlaður jákvæður 535 milljónir króna og reiknað skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum fer niður í 66,5% á árinu 2020 og skuldahlutfallið niður í 82,6%. Fjárhagsáætlun áranna 2020 til 2023 orðið er laust tillöguna að fjárhagsáætlun á þessari fjárhagsáætlun. Enginn kveður sér hljóðs þetta, þeir sem geta samþykkt fjárhagsáætlun gefur merki. Fjárhagsáætlun er samþykkt samhljóða. Og hér er tillaga bókun sveitarstjórnar
Sveitarstjórn þakkar starfsfólki sveitarfélagsins fyrir mjög gott starf við undirbúning og gerð fjárhagsáætlunarinnar. Jafnframt vill sveitarstjórn nota tækifærið og þakka öllu starfsfólki sveitarfélagsins fyrir vel unnin störf á árinu með ósk gleðileg jól og farsæld á nýja ári. Þetta er lagt hér fram. Það var liður 26, fundaáætlun sveitarstjórnar og byggðarráðs 2020. Hér er lögð fram tillaga að fundaáætlun sveitarstjórnar, byggðarráðs og skipulags- og umferðarnefndar fyrir árið 2020. Orðið laust. Þessi tillaga. Margrét Harpa. Já, takk fyrir Rótiti. Mér líst bara vel á þessu fundaráætlun en ítreka þessa beiðni sem ég hef nú sent í tölvupósti að við setjum inn vissa fundi bæði hjá samráðsnefnd og hjá vor- og haustfund Odda með áheyrnarfulltrúum að þeir verði settir inn á fundadagatal í samráði við Ásarepp. Stöðum bara að gera það. Já. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs varðandi þessa tillögu. Þeir sem geta samþykkt alveg geðmerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá var það liður 27. Eigna framkvæmdastjórn ráðning forstöðumanns. Það var ríkjafundi. Já. Það er niðurstaða viðtala við umsækjendur. Í samræmi við tillögu vinnuhóps sveitarstjórnar er lagt til að ráða Tómas Hauk Tómasson í stöðu forstöðumanns eigna- og framkvæmdasviðs Rangárþings Ytra frá og með 1. janúar árið 2020. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt geðmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það var liður 28, Langegra samstarf tillaga um afhendingu hús til Oddafélagsins. Já, getur aðeins niður. Já, ágúst. Já, Oddviti, ég ætla að biðja að fá að víkja fundi undir þessum lið. þar sem ég er formaður Oddafélagsins. Það er veitt. Ríkissjóður hefur selt Rangárþingi Ytra gamla íbúðarhúsið í Langegru með sérstökum samningi þarum. Í framhaldi af því er tillaga að Rangárþing Ytra afsali húsinu til Oddafélagsins og afhendi til að lagfæra og nýta í framhaldinu sem aðstöðu til eflingar Odda á Rangárvöllum sem miðstöðvar menningar á ný. Hugmyndin er að húsið nýtist í framhaldinu til þeirra verkefna sem þegar eru komin að stað í þessum tilgangi, til dæmis Oddarannsóknin, fornleifaskóli barnanna, þjóðlegin Odda, Odda hátíð og fróðasetur í Odda. Húsið er afhent Oddafélaginu í þeim tilgangi að leggja rækt við Oddastað og halda þannig á lofti sögu okkar Rangæinga og vöggu menningar og okkar þekktasta höfuðbóli. Haft verið samráð við endurskoðendur sveitarfélagsins útfærslu þessa og afgreiðslu frestað til næsta fundar sveitarstjórnar. Orðið er laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Við hjá álistanum, við erum ekki hlynnt í að gefa eigur sveitarfélagsins til félagssamtaka. Þegar húsið var keypt á sínu tíma, þegar meiri hluti ákvað að kaupa þetta hús sínu tíma í korter í kosningar, að þá var ekkert alveg á hreinu hvað ætti að fara fram í þessu húsi. Þetta var talað það að þetta ætti að vera kannski fyrir Oddafélagið til afnota, en það vantaði einhvern veginn framtíðarsýn með það og kannski bara vinna hlutina betur og gera þetta vandvirkara, þannig að maður hefði getað samþykkt kaupa á þessu húsi. En við getum, okkur þykir að þessi draugabókun, eða sem sagt þessi tillaga að nýta húsið og að afsala húsið Oddafélaginu, ég er ekki alveg að skilja hvað það er. Ef við eigum að afhenda Oddafélaginu þetta, þá held ég að við ættum kannski frekar að gera það með einhvers konar samningi líkt og var gerður með Brúarlund, Ungmennafélagið Merkikvól,
Sveitarfélagið á áfram eignina en það er gerður samningur afnot. Burtsér frá því þá finnst mér líka bara, ég er ekki alveg að kaupa þessa staðsetningu fyrir uppbyggingu fræðaseturs og þess áttar að hafa þetta þarna bak við hól. Ef við hefðum kannski undirbúið hlutina betur og rætt kannski svolítið svona framtíðarsýn fyrir Odda og þá hefði maður kannski geta komið með hugmyndir. En þar sem að sveitarstjóri formaður Oddafélagsins og hann hefur náttúrulega unnið þetta mál mjög öttulega og hann vinnur sína vel þar, að þá hefur hann ekki hleypt öðrum að hugmyndavinnunni hérna í sveitarstjórn. Hvað viljum við í sveitarstjórn gera með þetta? Er þetta rétta staðsetningin og kaupa hús og útihús sem eru afskaplega illa farin og í mjög bágbornu ástandi? Mér skilst að Oddafélagið hafi sett á yfirstandandi ári 9 milljónir í þetta hús. Þannig að þá búið að setja allt í allt 15 milljónir í þetta og maður fyrir að velta fyrir sér hvað getur maður gert fyrir 15 milljónir? Getur maður ekki bara byggt ágætis hús sem myndi eflaust nýtast betur og getur þá kannski ráðið staðsetningunni og ekki hafa þetta þarna bak við hól. Svo líka setti ég spurningamerki varðandi að kaupa húsið. Við hjá sveitarfélaginu, við erum náttúrulega sannarlega að styrkja Oddafélagið heilmikið gegnum héraðsnefnd ásamt hinum sveitarfélagunum í sýslunni. Það er ráðgert að setja 30 milljónir núna í. Það er búið að setja 10 og á að setja 20 til viðbótar. Þannig að það er töluverður peningur sem við erum að setja. Við greiðum náttúrulega okkar hlut þar inn í. Þannig að við erum að styrkja vel við bakið á þeim. En já, þetta er allavega gott í bili. Takk. Yngvi? Já, mér hugnast ekki að afhenda þeim þetta bara til eignar úr því að við vorum að hafa fyrir því að kaupa það. Ég hefði viljað gera þetta í upphafið þannig að við hefðum nýtt forkaupsréttinn og það hefði legið fyrir samningur að þeir keyptu af okkur húsið. En úr því sem að komið að þá finnst mér líst mér betur á það að fara eins og með Brúalund. Og það verði þá bara gerður langtíma samningur þar sem þeir fá afnotin af húsinu. Við komum til með að eiga það en þeir fá bara afnotin án þess að borga leigu en sjá þá viðhald og annað í staði. Og þá sé hægt að gera það til 20, 25, 30 ára þess vegna sko. En svo náttúrulega alltaf það inn í myndinni þá að ef þeir vilja þá geta þeir keypt það. Haraldur? Já, kannski tventan sem ég vildi benda á í sambandi við sem Margrét Harpa var að segja hún nefnir hérna þá var Oddafélagið sem setti 15 milljónir í það, ekki sveitarfélagið og þessu yfirstandandi ári í að laga húsið og svo nefnir hún 30 milljónir frá héraðsnefnd. Það er náttúrulega ekki að fara í húsið svo því sem ég haldi til það er fara í fornleifagröft og rannsóknir á svæðinu. Takk fyrir. Takk. Hjalti? Já, ég held að þetta sé kannski þegar hús var keypt á sín tíma þá held ég að hafi ekki allir vitað alveg nákvæmlega hvað var þarna að finna en svo var það mjög merkilega fundur þarna í fyrra og til held ég að ég held að það verði að hafa þetta hús þarna sko til að fornleifafræðingar geti haft þarna aðstöðu. Lækka kostnaði, ég held að það þurfa að vera í millifæri með gistingu og ég held að þetta er að gera mikið fyrir svæðið þarna þessar rannsóknir sem er að fara í ganga og það er, ég held að þetta sé bara ég tel að þetta sé vitmerkastu fundur núna bara hérna sem er þarna í gangi á Odda sko. Ég held að þetta eftir að verða eitthvað stórt og gott. Hvernig útfærslan er á þessu en ég held að Oddafélagið væri mjög gott ef að það fengi þetta hús. Takk fyrir. Takk.
Já, samkvæmt, ég sit nú í héraðsnefnd og við fengum fundagögn varðandi styrkumsókn Oddafélagsins núna og Haraldur, hann bendir á að Oddafélagi hafi sett 15 milljónir í húsið, það ekki rétt. Því samkvæmt þessum gögnum okkar hérna, sem ég fekk með héraðsnefndafundinum, þá stendur hérna að á 2019 hafi Oddafélagi sett 9 milljónir í Langeygru, aðstaða í Langeygru. Áætlar að setja 5 milljónir 2020, en sveitafélagið sannarlega setti 6 milljónir í þetta núna þegar það keypti húsakostinn. Hvort sem að sumt var unnið í vinnu eða sumt af því var greitt með vinnu, eða hvernig sem það en allavega þetta kostaði sveitafélagið að minnst að kosti 6 milljónir, það er það sem við höfum haft upp á borðum. Varðandi náttúrulega þennan uppgröftarn og þessa fornminjar sem finnast, þær eru svo sannarlega merkilega og ég ekkert að setja út á það. Mér finnst það bara flott og það á ekki hendilega að blanda því saman við þennan húsakost. Ég tel, já, ég hefði haft aðrar hugmyndir að upphefja þennan stað, sem sagt varðandi aðstöðu og húsakost. Þannig að, já, takk í bili. Takk. Hjalti. Já, eins og með, hún nefndir hann 6 milljónir, en þar af ég held að hafi nú verið þannig að keyptu á 6 milljónir og svo fengum við 2 fyrir að rífa, þannig að þetta var bara þannig að sett að það voru 4 milljónir sem að þurfti að borga fyrir þetta. Takk. Haraldur. Já, það var nú kannski bara haft aðeins og beint eftir því að þú sagðir 15 sko, en það er alltaf alveg rétt, þetta getur ekki sett. 9 milljónir voru lagðar fram af félaginu, byggingar á staðnum. Þannig að þetta er alveg rétt sem þú segir sko, samtals 15 milljónir. En reyndar það er þarna sem að voru ekki útlagðar á okkur. En sko, hugmyndin held ég hafi nú alltaf verið að nota Langeygur og þetta hús sko, sem svona base í byrjun. Ég held að það sé fælt nú í það að það verði svo. Takk fyrir. Takk. Já. Fleiri hafa ekki komið. Jú. Takk að darpa. Já, verðstu enn. Yngvi. Já, ég, hérna, eins og ég segi, ég sé heldur ekkert af því að afhenda þeim húsi til langtíma gegn einhverju samkomulegu laust gegn að sjá viðhald því að hvað ef að þetta félag leggur upp laupana, þurfum við þá að fara að kaupa húsið aftur til þess að kemur eitthvað nýtt félag eða hvað sko, úr því að við eigum þetta orðið þá er alveg skott að eiga þetta áfram og leggja þeim þetta til og þeir taka á sig bara ákveðið mál í staðan fyrir kannski að þurfa eftir 10-15 ára að kaupa það aftur af því að þeir eru búin að leggja upp laupana. Við náttúrulega sjáum ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér með þetta félag. Ég held að við langar að skjóta inn í að það, að því að stendurinn haft verið samráð við endurskoðendur sveitarfélagsins útfærslu þessa. Það myndi koma, svona hluti myndi koma fram í útfærslunni sko, sem við tökum fyrir þá á næsta fundi. Það er darpa. Já, kannski bara óska líka eftir, það er vísað að því sérstaklega samningi var að leita í fundagögnum og ég sé hvergi þennan samning. Bara strax í línu 2, Ríkissjóður hefur selt Rangárþingi ytra gamla íbúðarhús í Langeygru með sérstökum samningi þar Ég hef ekki séð þennan samning, við höfum aldrei fengið hann inn á okkar borð. Þetta er kannski. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Ég ber til hann til atkvæðagreiðslu til sem geta samþykkt hann ekki merki. Ég ætla bara að biðja fundarhlé. Fundarhlé veitt. Já, og ég segi þessar tillögu til atkvæðagreiðslu til sem geta samþykkt þessa tillögu ekki merki. Til hann er samþykkt samhliða. Margrét Harpa. Já, ég ætla að fá að bóka bara aðeins við til að skýra því mér finnst þessi tillaga, við erum að samþykkja að fresta þessari afgreiðslu. Það er tillagan sem við erum að samþykkja, við erum ekki að samþykkja neitt annað. En ég ætla bara aðeins að hnykkja þau með bókun, bókun álista. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra telja ekki rétt að sveitarfélagið gefi fasteign í eigu sveitarfélagsins
Eðlilega væri að gerður væri samningur við Oddafélagið líkt og samningur Brúarlund við Ungmennafélagið Merkikol vörslu hússins og jafnvel frí afnot gegn því að félagið sjá viðhald eignarinnar. Sveitarfélagið styrkir Oddafélagið gegnum héraðsnefnd Rangæinga en fyrirhugað að héraðsnefnd styrki Oddafélagið alls 30 milljónir króna árin 2018-2020. Fulltrúar álista styðja enn sem áður hugmyndir uppbyggingu Oddastaðar og þakka Oddafélaginu fyrir gott starf í þágu staðarins. Undir þetta ritum við Margrét Harpa, Yngvi og Ingu Karl. Takk fyrir það. Áfast gjör svo vel. Ég ætla bara að senda þetta til hans. Já, senda þetta Sjöfum þetta saman, við maður ekki vissum. Stöðuramagn. Þessi tillaga var sem sagt samþykkt samhliða og síðan kemur bókun frá álista. Tillaga að fresta hlutunum, Okay. Svona. Má ég áfram aðeins. Þessi bókun kannski aðalega sett fram náttúrulega til að kannski skýra okkar afstöðu gagnvart málinu. Við erum ekkert að samþykkja að gefa Oddafélaginu þetta en það eru hugmyndir þar og við viljum bara ítrekka þetta svona skýrir okkar afstöðu svolítið. Þannig að þetta innlegg kannski í vinnu, þessa könnunar vinnu. Takk. Takk fyrir það. Þessari bókum verður bara bætt þarna við og við höldum áfram. Förum í lið 29, líkamsræktarstöð Hellu. Það er tillaga útfærslu í nýrri aðstöðu. Tillaga að fela sveitarstjóra að ganga til samninga við Laugar EHF leigu á húsnæðandi líkamsrækt í nýrri aðstöðu við Íþróttahúsið Hellu á grunni þeirra draga sem liggja fyrir. Stefnt að því að leggja fram samning til staðfestingar á fyrsta fundi sveitarstjórnar á nýja ári. Orðið lausn tillöguna. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Ég með nokkrar svona spurningar. Ég sé í fundagögnum að núverandi rekstraraðila var sagt upp samningi 27. nóvember. Sveitarstjóri sendi uppsagnarbréf. Ég minnist þess ekki að við höfum Íþrótta- og tómstundanefnd sem þetta lagði þetta til á septemberfundi sínum en við höfum aldrei afgreitt þessa tillögu. Þannig að ég svona velti fyrir mér á hvaða forsendum sagði sveitarstjóri upp þessum samningi, hvaða heimild hafði hann til þess. Jafnframt fengum við bréf sent frá núverandi rekstraraðila sem hann sendi eftir að samningi við hann var sagt upp. Mér langar bara að vita hvort að það hafi verið, að honum hafi verið svarað eða gefinn kostur á að koma með tilboð. Og svo, já, byrja á þessu takk. Takk. Ágúst. Já, ég get svarað þessu. Það var þannig að ég taldi það að vera skyldu mína sem sveitarstjóra með þennan samning eins og bara aðra. Þetta er nú svona húsalegu samningur í grunninn. Ef verður stór breyting á forsendum þá þarf þetta að segja upp formlega samningi og svo er bara hún breytt þá og í það form sem hann gengur upp. Og ég hafði samband við þessa aðila áður heldur en ég sendi þetta bréf og við urðum nú sammála það að það þyrfti að þetta væri eðlilegu farvegur. Og ástæðan fyrir því að það verður að segja honum upp er svo að þetta er bara 85 fermetra rými sem við erum að leigja þarna niðri og það liggur í augum upp að við ætlum að fara að flytja í stærra rými sem er 250 fermetra og það verður að alveg sama hvað er gert, hvað sem er saman við þennan aðila, saman við nýjan aðila eða við gerum eitthvað allt annað, það þarf alltaf að segja þessum samningi upp. Það er bara einfaldlega það, þetta er bara formsatriði að gera þetta. Og þessum aðila hefur sjálfsögðu verið svarað og hann hefur sendt gögn og ég hef komið þeim á framfæri og þannig að við höfum gert það alveg að sjálfsögðu. Takk. Levi, Margrét Harpa. Já, sem sagt, það kom þarna bréf frá núverandi rekstraraðila 3. desember og því hefur sem sagt ekki verið svarað formlega með skriflegum hætti. Ég saknaði svolítið í þessari vinnu allri að
það vantar svolítið skrifleg gögn. Þetta svolítið mikið bara munnlegar heimildir að það hafi verið rætt við hinn og þennan og það, já, þetta eru munnlegar heimildir. Ég saknaði svolítið að maður fá ekki að sjá hlutina bara svörin skrifu niður á blað frá viðkomandi og frá tilbærum aðilum. Þannig að, já, en mér langar bara að vita, var þessu svarað skriflega? Takk. Ágúst. Já, það nú bara þannig að það hefur verið kallað eftir upplýsingum, þær hafa oft verið bara munnlegar, en hins vegar kom þetta bréf sem að liggur fyrir fundinu, það kom, og það það sem við höfum fengið til að leggja fram í rauninni. Þannig að það bara þannig. Ég hef ekkert svarað því síðan eitthvað meira, en það fundarins að svara því. Hvað á svo að gera næst? Ég meina, það liggur alveg fyrir hvers konar, hvað í boði. Ég meina, við þekkjum það, við höfum skipt við þennan aðila lengi og það kom fram á fyrsta fundinu sem við áttum með honum rétt eins og öðrum. Það var haft samband við 5 aðila í mann rétt. Og þar voru 3 sem höfðu áhuga og komu og þar á meðal kom þessi sem við erum að vitna til og við áttum bara alveg sambærilega fund með honum eins og öðrum. Og það var ekki skrifuð fundagerð en eitt slíkt, það var bara, menn hittust og fóru í málinn og þessi aðili sem við þekkjum og höfum verið með hér, hann sagði bara já, ég vil gjarnan vera hér áfram og bara breyta þessum samningi þá þannig að það verði bara óbreytt nema bara það færist í nýtt rými. Það eru þau svör sem við fengið og ég lesa allavega það út úr þessu bréfi þó það sé kannski ekki eitthvað nákvæmlega skrifað í bréfinu. Þetta svona meira í flæðandi texta sko. Þetta ekki, það bara, svona bréfið. Takk. Fleiri hafa ekki gott sér ljós. Þeir sem geta samþykkt tillögunum gefur merki. Ég ætla að fá fundarhlé, óska eftir fundarhlé. Fundarhlé veitt. Ég ber þessa tillögu upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt tillögunum gefur merki. Þeir sem móti. Tillagan samþykkt með 4 atkvæðum. 3 sitja hjá. Margrét Harpa. Já, ég ætla að fá að bóka, við ætlum að fá að bóka til að útskýra hjásetu. Eftirfarandi bókun, fulltrúar álista telja að bjóða eigi út nýja heilsuræktaraðstöðu og hafa í huga við samningsgerð að sveitarfélagi stefnir að því að vera heilsueflandi samfélag og því ótakta aðgangur að heilsurækt hækki það bil helming frá því sem nú er. Undir þetta ritum við Margrét Harpa, Ingvi Harðar og Ingvi Karl og mér langar kannski aðeins að fylgja þessari bókun eftir varðandi þar að mér finnst ekki nægilega skýrt í samningi til dæmis við þykir að þurfi í þessum drögum á samningi þá til dæmis kemur ekki fram hvort að grunnskólabörn hafa einhvern aðgang að þessari heilsurækt. Einhver sér kjör eða munu til dæmis öryrkjar og eldri borgarar og börn fá áskort á svipuðu verði og í dag því að þetta náttúrulega líka kannski partur af okkar þessum lífskjara samningi að við viljum ekki hækka allt upp úr öllu valdi hjá íbúum og hjá fólki, hjá launþegum og samkvæmt verðskrá World Class sem á greinilega að fara að semja við þá við erum vissulega þessi samningur gerir ráð fyrir að sveitarfélagið fái tekjur hærri leigutekjur af húsnæðinu en á móti kemur að þeir sem eru að nýta heilsuræktina og það eru bara ansi margir sem eru að nýta þetta svolítið svona óbeint með til dæmis afnöndum af íþróttahúsi að þá verður að eiga kort í líkamsrækt og svo framvegis. Erum við eitthvað að auka álögur á það fólk? Ég óttast það. Þannig að mér finnst að þetta þurfi svolítið að ræða við nýjan aðila hvernig þessum málum verði háttað. Takk. Takk fyrir það. Og við förum í lið 30, endurskoðun reglna styrkja móti fasteignagjöldum, tillaga breytingum. Á fundi sveitarstjórnar þann 14.11.2019 var oddvita og Margréti Harpa Guðsteinsdóttur falið að yfirfara reglur sveitarfélagsins styrkja móti fasteignagjöldum og koma með tillögur á breytingum ef niðurstaða vinna leitt til þess. Tillaga breyttum reglum eru svohljóðandi.
Lagt til að útbúið verði umsóknareyðublað fyrir beiðnir styrk á móti fasteignagjöldum og að reglum sveitarfélagsins verði breytt í samræmi við það. 1., 2. og 4. grein haldist óbreyttar og 5. grein uppfærist í samræmi við núverandi afgreiðslu. 3. grein verði breytt og hljóði svo: íþróttafélög, björgunarsveitir, félög í menningarstarfsemi svo sem kórar, leikfélög og fleiri og félög sem eingöngu eru rekin í mannúðarskyni getur sótt styrki til greiðslu á álögðum fasteignaskatti sem hér segir. Umsókn styrk skal fyllt út og undirrituð og skal hún berast til skrifstofu sveitarfélagsins fyrir 1. eindaga fasteignaskattsins á hverju ári. Eingöngu kemur til álita að veita félögum styrki sem ekki eru rekin í ágóðaskyni. Ef rekin viðurkennd menningar, mannúðar og eða tómstundastarfsemi í hluta eignar skal eingöngu veita styrk til greiðslu álögðs fasteignaskatts fyrir það rými eignarinnar sem þannig nýtt. Á eyðublaði skal eftirfarandi koma fram: nafn, heimilisfang, kennitala umsækjanda, fasteignanúmer og stærð eignar, stærð rýmis sem sótt styrk fyrir, tilgreind sundurliðin notkun viðkomandi eignar eftir rýmum og hvers konar starfsemi eignin notuð í og hvort rými sé til almennur útleigu í ágóðaskyni og ársreikningur skuli fylgja umsókn. Orðalaust þessa tillögu. Margrét Harpa. Já, eins og við höfum kannski rætt, þá held ég að þetta muni verða nokk skýrara að hafa umsóknareyðublað þar sem þetta kemur bara mjög skýrt fram og sérstaklega sér í lagi það að salir séu ekki leigðir út ef þú ert að fá niðurgreidd fasteignagjöld. Og eins og ég túlka í ágóðaskyni þá það bara að þú hafir tekjur af viðkomandi sal. Það tel ég vera forsenda og það þarf bara, við þurfum að hafa þetta alveg á hreinu að skilningu sveitarstjórnar og starfsfólk sé slíkur. Takk. Já, þannig að séum þetta ekki verið að mismuna og við séum í samkeppni, eða þessi viðkomandi félög séu í samkeppni við félög sem þurfa að borga öll sín gjöld og fyrirtæki sem þurfa að borga öll sín gjöld og þar á meðal sveitarfélagi sem náttúrulega svo sannarlega í salarleigu. Takk. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt félagagefamerki. Samþykkt samhljóða og sveitarstjóri jafnframt falið að útbúa umsókn og birta á heimasíðu sveitarfélagsins ásamt uppfærðum reglum. Ekki umsóknareyðublað, það ekki? Jú. Já, þú sagðir umsókn. Eyðublað fyrir umsókn. Eyðublað. Takk. Liður 31 til umsóknar frá Alþingi, mál nr. 391, umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskar umsóknar vegna frumvarps til laga breytingu á lögum tekjustofna sveitarfélaga og sveitarstjórnarlögum. Þetta lagt fram til kynningar. Liður 32 til umsóknar frá Alþingi, mál nr. 435, umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskar umsóknar vegna tillögu til þingsályktunar 5 ára samgönguáætlun fyrir árin 2020 til 2024. 434. mál og tillögu til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2020 til 2034, 435. mál. Það lagt fram til kynningar. Liður 33 til umsóknar frá Alþingi, mál nr. 436, umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskar umsóknar vegna frumvarps til laga breytingu á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 með síðari breytingum. Lagt fram til kynningar. Og liður 34 til umsóknar, mál nr. 383, velferðarnefnd Alþingis óskar umsóknar vegna frumvarpstillaga breytingu á lögum málefni aldraðra nr. 125 frá 1999. Þetta lagt fram til kynningar. Liður 35, aðalfundur HES 2019, fundargerð aðalfundar frá 24.10.2019 og niðurstaða Landsréttar í Krónumáli, fundargerðin hér lögð fram til kynningar. Liður 36, fundargerð fundarnúmer 876, Samband íslenskra sveitarfélaga, fundargerð lögð fram til kynningar. Liður 37, fundargerð 11. fundar Bergrisans frá 28.11.2019, fundargerð lögð fram til kynningar. Liður 38, staðfesting á óhæði, KPMG endurskoðun, yfirlýsing frá KPMG hér lögð fram til kynningar. Liður 39, markaðs- og kynningafulltrúa aflýsing, niðurstaða tímabundinnar ráðningar lögð fram til kynningar. Margrét Harpa. Kannski rétt að tiltaka hver var ráðinn eða bara hafa þetta kynningar.
búið að tilkynna á heimasíðu. Þannig að Já, ég bara spáði svona vangavelta. Fólksins vegna. það er alltaf að málu, en þetta er Nei, svona allt í góðu. kynningar. Allt í góðu. Liður 40 menntaverðlaun Suðurlands 2019. Það er tilkynningar á SAS, lögð hér fram til kynningar. Þá er ekki fleira á dagskrá. Ég vil bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar. Mikilvægt að ná góðri samstöðu um þetta stóra verkefni. Það ná hér samþykki samhljóða. Og þetta er síðasta fundur fyrir jól. Ég óska ykkur öllum gleðilegri jóla og farsældar á komandi ári. Vonaði að njótið hátíðanna. Segi fundið slitið að loknum yfirlestri fundargerðar og undirritun. Takk fyrir. Takk fyrir.